Ok, höldum áfram. Nú ætla ég að útfæra þennan mail service sem að við töluðum og vandamáli sem við ætlum að leysa í raun og veru mjög einfalt. Við erum að búa til einhverja applikasjón hana sem heitir Rubug. Við fórum í samkeppni við Facebook sem að gekk nú ágætlega, reyndar ekki, og við erum með okkur applikasjón. En eitt af því sem við gerum að úða út tölvupósti alveg út í það eitt, og til þess að gera það þá þurfum við að tala við SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, sem er bara postþjónn, bara e-mail server. Ég veit ekki hvort að þið notið tölvupóst, en það er allavega að menn gera það í gamla daga. Það er eitt hins vegar við þetta að þegar við erum að forrita þá er ekki hægt að setjast bara niður og skrifa allt forritið og íta síðan á play og allir fítusarnir eru bara komnir. Þetta er ekki þannig. Við forritum í skrefum. Við skrifum okkar kóða, við testum hann, við lögum hann, við breytum honum, testum hann aftur, við kóðum meira og svona heldur þetta áfram þar til að við erum komið með einhvern fítus og síðan höldum við áfram með næsta fítus og framvegis. Og þetta er ekki bara meðan að við erum að vinna í einu release, við erum líka að gera þetta yfir mörg release. Það er að segja, í fyrstu útgáfa það er ekkert víst að við náum að klára allt sem við viljum gera. Við erum kannski að hardkóða hér og taka shortcut þarna, erum að hakka hlutina svona hér og þar til þess að shippa út, vegna þess að það er til lögmann sem segir að kannski þarf ekki að gera þetta strax, shippa það bara eins hratt og getur og haltu svo áfram. Gallinn eins og að sá að hackið í útgáfa 1 það heldur oft áfram yfir í útgáfa 2 og það sem við þurfum að temja okkur er þessi lífstíl að refaktora. Hvað er refactoring? Refactoring er að endurhanna refaktor. Það er að reyna að búa til hönnun sem er þannig að við getum breytt henni stanslaust. Við gerum litlar breytingar, testum þær, kódum þær, testum þær, deployum þeim og ef þetta allt virkar þá gerum við næstu refactoring. Þannig refactoring er alltaf eitthvað sem við erum að gera allan tíman bara vegna þess að það er lífstílinn. En það er svo mikilvægt að gleyma ekki að refactora. Og þetta er þarna sem að menn tala um codesmell. Hann er að segja að ef að kóðin væri eins og ungabarn þá er ein regla að ef það lyktar illa þá þarf að gera eitthvað. If it smells, change it. Svona einn af þessum lögmálum í bransanum. Þannig að refactorin er bara að gera hönnuna betri í litlum skrefum og þetta er náttúrulega minnkar alla áhættu, þetta er úthugsað, þetta er svona stýrt og við svona reynum að bæta og þannig að verði ekki einhver svona drullukaka þessi kóði sem við búum til. Og ef að þú gerir þetta ekki, það er mjög oft, maður sé það mjög oft í verkefnavinnu, þar sem að verkefnin eru keyrð áfram á utanákomandi aðilum sem er að biðja þetta og biðja hitt og svo framvegis og fer fólk í næsta verkefni, hitt verkefni er komið, það er enginn sem vil borga fyrir breytingar og því, þegar breytingarna koma þá eru dýrar og þetta er það sem við kallum technical debt. Við gerðum með eitthvað hack og síðan gerðum við meira hack og þetta er eiginlega bara orðin einhver drulla sem að bara þegar þú ferð inn í hana þá bara er ekkert að gera neitt. I'll fix it later. Þetta er svona eins og þekkt í fjármálageiranum að þegar einhver kemur inn og segir this time it's different og þegar að koma svona bólur eins og netbóla eða vefbólan og menn sagði this time it's different. Það voru the four most dangerous and expensive words í fjármálaheiminum. Í forritunarheiminum þá er það I'll fix it later sem eru four most dangerous words í forritun. Hafið þetta í huga. Og lögmál Conways sem ég er alltaf að tala um, technical depth, hann segi, þetta er lögmál nummer 2, there's never enough time to do something right, but there's always time to do things over. Þannig að þegar allt er komin í drullu þá eiga menna til að samþykja það að fara í endurhönnuna því að það er alltaf svo dýrt. Og þetta er bara heimskulegt að mínum mati, menn ekki haga sér svona. Það verður að gefa réttan tíma í þetta því að það er
það miklu ódýrar það upp staðið. Return on investment yfir langan tíma miklu hagkvæmari, en það þarf að samfara menn svona hluti. Ok, aftur í mailþjónin. Við þurfum að gera þessa þjónustu fyrir þennan postþjón, og það sem við ætlum að nota auðvitað þessi Java Mail API sem nú voðalega háaðasamur einhvern veginn, en við viljum gera svona, það ekkert auðvitað að nota þetta API, þetta helvíti svona mikið, þannig að við ætlum að hjúpa þetta einhvern veginn, og þá spurningin, við ætlum sem sagt velta fyrir okkur, hvaða hönnunarmunstur gætu við hugsanlega notað hérna? Nú getur þið hugsað aðeins. Og svarið við því að auðvitað notum við gateway. Base patternið gateway. Hérna kjörinn vettvangur fyrir þennan gateway. Við ætlum að búa til einfalda gátt sem bara með svona sendfalli, og okkar rauðbukk-gæjar sem bara þúsundir á klósum að það. Hvað sem þá bara geta gripið í gáttina, og ef við þurfum að skipta, viljum ekki nota Java Mail, viljum nota SMS eða eitthvað svoleiðis, þá getum við gert það auðvitað af því að það nota allir sem gáttina. Og þetta sem sagt tricksið, og enn og aftur rifjum aðeins upp gateway, object that encapsulate access to an external system and resource. Eins og til dæmis, þannig talið upp, þannig hefði getið verið Java Mail eða hvað þess heitir. Þannig að við byrjum að forrita. Hér klassinn sem heitir Mail Sender, og hann sendir tölvupóst, og við búum til fallið send sem gerir þetta, og þetta fyrir parturinn. Hann hérna með klass Mail Sender, hvað heitir hann? Hann heitir ekki Mail Gateway, hann hefði getað heitið Mail Gateway, við ákváðum að kalla hann Sender, en hann Gateway. Public void mail, svo koma hérna from to subject body, þetta svona simple mail, þetta nú eitt flókið. Póststjórnin hér, svo kemur eitthvað try, og sjáu þið leiðina sem þarf að senda tölvupóst, þetta alveg rosalegt. Það þarf að búa til sæking og system props, setja eitthvað hérna í props put, svo þarf að gera eitthvað default instance, setja my message, set from, set recipient, þannig að þetta nú frekar svona low level forritun. Þannig að gumminn góður ef allir hérna okkar forritar þurft að tróða þessu inn í allar einingarnar. Og svo hérna loksins transport send sem kom hérna var hérna einhvers staðar til. Og síðan ef að kemur villa þá náttúrulega grípum við hana. En spurningin mín, ef ég tek þessa tvo skjái og treðum inn í eitt, og þá spurningin, hvað í ósköpunum gæti nú verið illa gert? Hvað viljum við refaktora hérna? Og ég ætla að nefna kannski svona 4 atriði sem við gætum hugsanlega lagað hérna í þessu. Ég vil gefa ykkur nokkrar sekúndur og þið getið pásaði til að hugsa og horfa hana kóða, því að það eru allavega 4 atriði sem allavega 2 sem eru afleitt eða 3 en 1 svona minna. Ok, förum aðeins yfir þetta. Fyrsta sem rekur augun í það þessi strengur hérna. Þetta hardkóðað. Þetta náttúrulega alveg hreinræktaður subbuskapur. Þú vilt ekki hafa þetta svona. Og þarna myndir vilja hafa þetta í einhverju configi sem var einfalt að breyta. En við höfum ekki tíma til að ræða það bara að pressa á útgáfu 1. Annað sem ég tek eftir það að þetta alveg hryllilega hallarsleg villu með höndlun. Eina sem ég ger að prenta stack traceið. Hver les það? Þetta að keyra á production einhvers staðar, þetta einhvers staðar í datacenter. Það engin konsól á þessu dótinu. Það engin að horfa á forritið. Þetta ekki inn í IntelliJ sem ég sé bara printstackin. Þetta að keyra í einhverju production og það engin að sjá þetta. Þannig að þetta afleitt. Þriðja atriði sem ég með kannski ekki auðvelt að sjá. Það að við erum að bjóða upp á klasa sem bara beint konkrét. Það ekkert interface. Hugsanlega viljum við hafa interface. Við getum allavega að skoða það. Lögmáli var forrita móti interface, ekki implementation. Þannig að ég geti skipt útfærsluna. Þannig að það er punkt það hjá okkur líka. Síðan síðast atriði sem líka svolítið lúmst, og það það að ég hérna með hvað við þarf að bæta við nýju parametr. Þá þurfti ég að fara út allan kódbasan að bæta við einhverjum parametr og hafa null eða eitthvað. Það kannski verið betra að vera með object. En það margir parametrar í staðins að hafa eitt object.
mailserverinn er hardcore, XML-handlirinn bad, afleitir þetta og við erum að forrita á móti implementation. Þannig að þetta þessi 4 atriði sem við ætlum síðan að laga og við ætlum að byrja að forrita á móti interface-inu. Þannig að ég ætla að refactora, þannig að ég segi ég ætla að búið til interface sem heitir mail service og við erum með mail sender, það er gæðin sem vinnur. Implementationin er að gera hlutin, sko. Mail þjónustan er, ok, þetta er þjónustan sem við bjóðum upp á, við getum hugsað þannig. Þannig að þetta er bara ósköp einfalt og svo segi ég hérna implements mail service, hérna interface mail service, sama fall og síðan þá getur menn nota þetta interface út allt. Og síðan ger ég hérna svona test client sem að maður er alltaf að gera, maður er alltaf að gera svona test clienta út allt og hann er svona, það er mjög gott bara ekki hika að búið til test hér og þar, munum bara henda þeim. Það er líka hægt að setja mainföll út allt í klassa og þá njúa ég mail senderinn, mail service, nota interface hérna megin og síðan hendi ég hérna og síðan sendi ég þetta. Og hérna get ég sett sko from einhverjum hérna frægum hérna forsetanum eða eitthvað og hefur platað einhvern. Og svona virkar þetta, ég fekk hérna, þetta er nú gamalt screenshot eins og ég séð. Ég tek það fram líka að það er ekki alveg, þú þarft að vera á ákveðnum stöðum til að nota þetta á nú að virka. Það vera einhver staðar eða nota hér eða eitthvað, ég man ekki alveg hvað vandamáli var. En þá spurningin, hvað er að þessum klasa? Hvað ef þetta væri kóðinn, þetta er nú test client sem við getum svo sem hent, en ef þetta væri menn að gera, þá er svona spurning til hvers er þetta interface. Ég get alveg eins njúað mailsenderinn hérna minn, ég er að forrita, ég er ekkert með neina abstraction hérna. Þannig að það sem að mailsenderinn sjálfur útvartan, hún er ennþá þekkt, ég þarf að importa henni líka og þetta er ekkert að forrita móti interface neitt sérstaklega. Þannig að hér þurfum við nýja lausn og þið getið hugsað hana aðeins. Við þurfum auðvitað að útfæra einhvers konar plugin munstur með einhverju faktoríu sem þannig ég get sagt í faktoríuna, komdu nú með fyrir mig mailsender klassin og allt það er skilgreint í einhverjum config-fæl sem er auðvitað að breyta og eina sem að klientinn segir bara er með faktoríuna, faktoríuna er þekkt, hún er ekkert að breytast, komdu nú með plugin fyrir mail og láttu mig fá hann og ég ætla að senda og ég fæ interface tilbaka, ég veit ekkert útvarsluna, þannig erum við búin að dekopla útvarslunni einhvers staðar allt annað. Plugin vinnur okkar, links classes during configuration rather than compilation. Ég veit að ég er svolítið að berja þetta til dauða en þetta er svona, þetta kemur. Þannig að það sem við ætlum að gera er að búa til mail factory class sem að hleður mail.properties file og inn í honum er klassi og hann er þá bara búinn til og svo skilum við interface-inu og klientinni nota interface-ið og vita ekkert útfærsluna og síðan getum við auðvitað breytt þessari properties skrá að vild. Þannig að þetta er alveg augljós bót. En það er líka annað, ég er með mail factory og það er þannig, ég verð að fara að tróða fullt af loading of properties og eitthvað svona dóti inn í mail factory. Þá er spurning, er þetta ekki eitthvað sem aðrir getur lóta líka, einhverja aðrar faktoríur fyrir einhverja aðra hluti? Ég er að búa til voðalega mikla virkni, geti ég ekki bara búið til layered supertype og búið til factory sem er þá layered supertype fyrir alla faktoríuna sem ég vil hafa, sem að gera svona stöffið sem að allir þurfa að gera anyways og þá muniði, layered supertype, vinnur okkar, hann er svona superklassi fyrir alla og inn í þessum draw object, hérna er nú einfalt dæmi, hérna getur verið svona loading of properties, allir þurfa að gera það anyways, þannig að það er bara fínt að nota þennan gaur, svona. Þannig að þetta er svona heimsmyndin sem við erum búin að teikna upp, ég er hérna með layered supertype,
factory package hérna og þá bara load properties, loading class og allt svona dót, ég með factory exception, svo ég með mail factory sem erfir hann og þá fær hann þessa load properties og class virkni bara fyrir frítt, hann með mail service exception, við komum að þessu og svo interface hérna og mail sender hann notar þetta, þannig hangir þessi heimsmynd saman. Factory sem sagt layer supertab, 2 method, load properties sem vantar S-ið þannig og load class og exception handlingin auðvitað þarf að vera til fyrirmyndar, þarf að vera betri heldur en við vorum með hérna fyrr. Factory exception, þegar býr til svona factory exception sem er í raun og veru bara það bara yfirlýsingin, þetta factory exception. Factory exception þarf ekki að gera neitt, það engin kóði í honum, hann bara til og ef hann til þá það hann sem kastaður. Þannig að það bara nafnið á honum sem tilgangurinn hérna, ekki einhver svakaleg virkni. Þannig að það sem ég geri, ég yfirskrifa factory 2 konstruktúra, eitt sem tekur message og eitt sem tekur message og throwable. Og throwable super klassi sem ég get þá bara sett inn, ef ég gríp undantekningu og setja í undantekningu sem ég greip, eitthvað skilaboð sem gáleg og svo setja í undantekningu sem ég greip inn í throwables og þá getur sá sem hirðir þetta einhvers staðar á efri lögum, hann getur þá grafið sér svona inn í þetta hvað það sem hann upphálega. Þannig að þá ger ég svona, þetta sem sagt virknin, factory klassinn, hann með logger, get logger, það eitthvað nafn á honum, það margar leiðir til að gera þetta, það sér ekkit betri heldur en aðrar, örugglega verri, load properties og hann kastar exception, factory exception hérna og svo býr hann til properties klassa sem þið hafa kannski kynnt ykkur og hann með load fallið og svo treði hérna file name sem kom hérna inn, new á file input stream og loada þessu og þá ég komið með bara gildin, þá get ég bara plokkað út gildin út úr propsinu og sagt props.get eitthvað. Nú hér það sem ég að sýna, það þessi file not found exception og hvað gerir ég? Jú, ég bý til streng, ég seti þetta inn í streng og takkið því að ég seti hérna factory, þetta víslu stafsetninguvillega, file, svo seti ég hérna litla kommu og svona gæsalappina hérna, litla komman, þetta svona trikk sem ég vandi með á fyrir hundlöngu, að það oft sem maður svona logga út og þá sérði ekki ef það space, það náttúrulega engin space í þessu dæmi hérna, en það, ég vani með á þetta og þetta mjög gagnlegt því að ef það kemur space þá sérðu það hérna eða svona einhver white space karakter hans sem sérst ekki, þá ágætt að hafa delimiterinn hérna sem þetta hér. Nú ég logga þetta í severe, þetta náttúrulega bara ég að segja hérna, hættu bara forritinu, þú ferð ekki lengra vinnu og svo kasta ég factory exception. Þannig að þetta nú svona tricksið og þá kemur þetta svona út í fælinn sem ég er að logga. Og það líka annað að þá spurningin mail service, hvað ætla mail service að gera við þessa factory exception? Á hann ætla að vera með nýja hluti á hverju einasta lagi eða hvernig villumeðhandlun eitthvað sem taka fyrir seinna og svona ræðans filosófínu kringum þetta. En það eitt með villumeðhandlun að þú vilt grípa hann neðalega, en það spurning hvort að það þurfa að láta hann svona kaskeitast upp og allir þurfa að vita factory exception. Þetta eins og að það kemur database villa, viljum við að klientin viti eitthvað SQL exception. Væri ekki sniðugt kannski að hjúpa þetta einhvern veginn á neðri lögunum þannig að það þyrfti ekki allir að vita af þessu. Og það kannski það sem við getum gert og hér eina aðferð sem kannski svona bara til að sýna hún sé hægt að gera hana. Kannski á þess að segja hún sé neitt æðisleg svona út af fyrir sig. En það sem við getum gert að láta mail-gæjan grípa factory exceptionið og láta hann kasta mail service exception sem unchecked og það munur á exceptionum. Checked exceptionir, það eitthvað sem þú ert að pína þann sem kallaði á þig til að grípa. Hann getur ekkert gert það. Síðan eru svona unchecked exceptionir sem eru eins og til dæmis run out of memory eitthvað svoleiðis og það enginn að grípa þannig sérstaklega, það bara gerist einhvers staðar. Þannig að runtime exceptionir eins og þessar unchecked exceptionir þær eru einhvern veginn hafa aldrei fengið uppbreytt æru einhvern veginn og eru kannski ekki eins mikið notaðar eins og það gætu verið. Í Betul þá notum við þetta töluvert, þá erum við með lagskiptan kóða og við látum efsta lagi stýrieininguna sem getur gert eitthvað
látum hana grípa bara exceptionuna eða throw-able. Þannig að þá myndi þetta vera svona ef við færum þessa leið. Mail factory myndi bara grípa factory exception og kasta mail service exception. Og einhver í efri lögunum, ég þarf ekki að segja hérna throws af því að þetta runtime exception, og við sjáum það hér. Hann standard runtime exception og bara útfæri þessi tvö föll, sambærilegt og hitt. Ok, nú skulum við bara testa þessa faktoríur. Við getum hérna gripið þetta þarna eða ignorað það bara eða gert það sem við viljum. En svona kóðinn, hann keyrir svona og síðan ef við höldum áfram að laga þetta, mailsendirinn hann var nú frekar rýr, þannig að við getum lagað hann og til dæmis hann að refaktora og látum hann hérna bara nota þessa exception, mail service exception. Þannig ef það eitthvað sem feilar í sendinu þá bara notum við þessa runtime exception og kostum henni áfram og einhver þarf að grípa það. Og síðan já, hérna kemur sem sagt niðurstaðan ef þetta finnst ekki. Hvað ef að við getum ekki accessað þennan, eða námi höfum ekki accessað þessum server á meðan við erum inn í þessu, þeir eru kannski að vinna heima hjá okkur, ekki minni eða eitthvað og þetta bara virkar ekki, þá náttúrulega notið við server stub. Þetta var alveg lág í loftinu alveg og látum hann bara skrifa út í skrá eða á konsólinu eða eitthvað svona meðan við erum inn í þessu. Server stubuðu þetta, ef við rifjum hann aðeins upp, remove dependencies of problematic services during testing, nákvæmlega það sem við erum að gera, og þá hann hérna, þá útfærum við þennan server stub, mail server stub, implement mail service interfaceið og hann útfærir bara send fallið með því að logga út og við erum ekkert að hérna, gera þetta og þá breytum við þessum hérna gaur hérna í mail.properties skráni hjá okkur. Nú, síðan meira, hvað ef við þurftum að bæta við nýjum parameter, hérna, hvað segjum að það kom inn í parameter, þetta var eitt vandamáli sem við áttum eftir að leysa og lausnin þetta svo að búa til object, við bara búum til mail message object, það liggur ægilega í loftinu og þetta er svona typist data transfer object og svo kölluð sem að við höfum ekki talað en data transfer object eru object sem bara geyma breytur og föll, getur og settra og eru til þess að flytja gögn á milli laga. Hafa svo sem engan tilgang í lífinu en það þarf að bera dót á milli, svona gámur utan drasl sem það þarf að flytja. Og það sem verra með svona data transfer object að þau geta verið ugly. Það er að segja að þau geta verið með svona hluti sem að eiga ekkert saman og ekkert svona eitthvað sem að ekkert eðlilegi klasar en eru bara til að ferja dóta á milli. Það er oft svona til að verða sérstaklega í user interfaceum. Ok, þessi data transfer object, hann sem sagt bara með þessa breytur, getur og settra, það var ekkert sem kom hérna inn. Heyrðu, þá erum við búin að leysa 3 af þessum 4 vandamálum sem við byrjum með reitt eftir og það er þessi hardkóðaði gaur hér. Þá kemur hann briljant lausn. Við setjum þetta í config-fælin. Við erum með config-fælin nú þegar, þannig að við látum bara lesa þetta og injecta inn í servicin. Þetta er nefnilega alveg briljant. Takk fyrir þessu. Hérna er þá fælin, eða svo teimsmyndin, klientinn, hann segir get mail service. Hann fer hérna niður og það sem að þessi gerir hérna, read config, og hann les hérna mail properties fælin og hann les klassan auðvitað og hann les hérna mail hérna líka. Og svo segir hann hérna, já, við ætla að create hérna mail sender, þá njúar hann hérna gaur og síðan hérna áður hann, og hérna kemur tryggsið, áður hann returnar honum hérna, þá kemur tryggsið hér, service set mail server. Þá tekur hann hérna, injectar hann hér og vegna þess að við erum komið með þetta set mail server, við þurfum að bæta semst við mail server falli hérna og einhverju meðhaldun á því, það er það sem vantar en við þurfum að bæta því við. Þannig að við ætlum að gera þetta þegar við erum að búa til, þegar faktorían sér að injecta þessu og þetta er kallað dependency injection eða semst að injecta þessum uppsíkum. Þannig að við breytum interfaceinu og þetta er það sem að mail service gerir. Það er að segja, hérna, hann loadar mail properties, þetta er sérst faktorían fyrir ekki, og loadar klassanum og newins og býr hann til, sem sagt. Og síðan segir hann set mail
og svo get property mail service. Þannig að hann setur mail service hérna. Þetta fællinn, þetta config fællinn, hann lítur svona út. Þannig að við injectum þessu inn í faktoríuna. Þannig að nú síðan eitt í viðbót sem við getum gert að við getum það eitt galli við útvarslunni hjá okkur, það var að hann lótaði property á honum í hver skipti sem við þurfum að nota. Við getum gert þetta svona líka. Þá erum við með breytuna svona, njúma hana bara þarna og þá lótast hún bara einu sinni. Þetta svona minor tweak sem að við getum gert. Já, og svo er hérna síðustu, þá er það mail-serverin. Þetta er hardkóðin í mail-serverinum. Við gætum búið til layered supertype fyrir alla mail-servera sem svona dæmi í lokin þar sem maður að halda áfram með þetta og til dæmis búið til abstract mail-service og láta hann geima mail-servicin. Og þannig erum við búin að fara í gegnum smá æfingu og hérna mail-send, þá þurfum að breyta mail-sendernum þannig að hann extendi þetta og útfæri síðan sendið, svo þá getur næsti mail-server sem að þarf líka að nota, hann við þetta abstract. Þannig að þessar layer supertype, svona abstract layer supertype eru afskaplega mikið notaðar í svona frameworkum, eins og með Spring frameworkum. Þannig að það er hægt að erfa þetta og búa til hérna alls konar útgáfur. Og þá er eitthvað interface sem útfært. Ef við hugsaum þetta, þá mail server interfaceið sem var hérna set mail server interfaceið og við erum með fullt af svona mail serversum og þeir þurfa allir útfæra mail server, set mail server, þannig að við gerum það bara í svona abstract gaur. Þannig að abstract gaurinn útfærir interfaceið og útfærir það sem að hann getur absolutt útfært og hinir verða að útfæra restina. Ok, förum við þetta. Við erum búin að skoða, í fyrirlutanum skoðum við þessa vinn okkar, gateway og mapper og alla þessa gaura. Síðan skoðum við skoðum það út frá hvernig við horfum á vandamáli fyrst. Nú síðan fórum við gegnum hérna mail service litla æfingu og síðan er þessi æfing, þetta er topic síðan fyrir dæmatíma í vikunni á eftir.
Nú síðan í næsta hluta þá ætlum ég að taka þetta mail server dæmi fyrir.